Gaman að fá þig heimsókn. Já, bara gott að vera komin, takk fyrir. Kviknaði hugmyndin að fá þig hérna eftir að pabbi þinn var hérna hjá mér. Já. Núna fyrir bara frekar stuttu. Já. Og ég mitt spjölluðum aðeins því í þættinum. Og hann svona, þú veist, talaði aðeins þessa hlið að vera aðstandandi. Já. Hvernig hérna, ef við bara byrjum á að fara, þú veist, í söguna þína, tala eftir þættina sem þú ert búin að gera og svona. Hvernig er sagan þín, þú veist, er þetta svona típisk fíknisaga eða myndirðu segja hún væri óhefbundin? Típisk eða óhefbundin, ég veit það ekki, sko, þú veist að þær allar voða mismunandi en einhvern veginn kannski svona svipaður þráðir í gegnum það. Þú veist, maður hefur, sko, sagan mín er ekkert eitthvað, þú veist, hliðin á sögunum sem að ég hef heyrt, sko, í þáttunum mínum með eitthvað svoleiðis, þá er hún bara kannski, finnst mér ekkert merkileg, sko, en hérna, þú veist, byggist á svona svipuðum grunni, skilurðu, fann mig ekki tilheyra, átti erfitt með að tengjast félagslega, svona upplifði einelti í æsku og svo það sem var kannski svona eins og pabbi var að tala um hérna, þú veist, ég átti erfitt með að fá athygli heima hjá mér, þú veist, þá hérna ég upplifði mig ekki tilheyra í skólanum, ég upplifði mig ekki tilheyra heima heldur og þannig að ég sóttist fljótt, sko, í neikvæða athygli, þú veist, neikvæða athygli var betri en engin athygli. Ég skilji. Þannig að, þú veist, ég fór að vera svona eins og hann talaði þú veist, ég var farin að sýna merkjum þessa hegðun og svona þessa tilhneigingu sem að síðan magnaðist upp í neyslunni, sko, bara þegar ég var krakki, sko. Ég var fyrst tekinn af löggunni þegar ég var 6 ára. Og hérna... Hvað varst tekinn af löggunni þegar 6 ára? Ég var í braustinni í vinnuskúr. Ok. Og hérna... Og það sá ykkur til okkar og löggan kom og þú veist, og það var bara, þú veist, það var hérna fyrsta skipti í þeirri viku sem að ég var tekinn af löggunni og svo kom hann aftur seinni í vikunni og þá hefði ég verið læstur úti. Ég var svona lyklabarn þar sem að, þú veist, ég var bara mjög fljótt farin að vera einn heima og sjá mig sjálfur og hérna ég var læstur út eftir skóla en bílskúrin var opinn og hérna ég fór bara inn og fann hann að spraybrúsa og ég fór bara að spraya á öll húsin í hverfinu og meðal annars mitt eigið og þá kom löggan aftur og hvað svona þannig að já síðan fann ég tölvuleiki og hérna tölvuleikir voru svona minn fyrsti flótti einhvern veginn, þú veist, ég bara sökti mér inn í það, þú veist, náða að búa til mínar eigin sögur einhvern veginn og flýja raunverulegan þannig en sko eins og foreldrar mínir tala núna að þau segja hafi verið mjög þægt, þú veist, mjög þægilegur krakki það hafi ekkert mikið verið að heyrast í mér en þú veist, ég tala oft það sko að þetta er svona þegar sem maður þarf að vara sig á kannski líka því að, þú veist þótt ég hef kannski verið mikið læti í mér á þessum tíma, þá var ég samt, þú veist, í vanlíðan, þú veist, ég var bara í tölvuleikjum allan daginn og hérna... Hvað ár gerast þessu? Í 93. 93, einmitt, því að bara þegar mér langaði svolítið að spurja einmitt, sko, Guðni Gunnar sem að ég hef nú fengið nokkur sem hann talar að það sé í raun og veru bara ein fíkn sem sé fjarvera, sko, og þú veist, maður er að flýja í raun og veru flýja sjálfa sig og flýja núið og allt þetta og ég, þegar þú talar sko, ég fekk allt í einu minningu þegar þú að tala af mér að fara með spraybrúsa eitthvað sem krakki og ég var mjög fljótt húkaður inn í tölvuleiki en ég fættu 78 þannig að einu tölvuleikinni sem ég komst í voru sko Super Mario Bros. Í Nintendo og svo Football Managers en ég hugsa oft ef ég hefði verið á sama aldri og þú og mér hefði verið leyft að vera allan daginn í tölvuleikjum ég hefði ekki átt break sko þú veist, þannig að þetta er svona þunn lína, þú veist, hvenær einhver fer síðan, hvenær einhver næra rétta við, eða hvenær hann fer í eitthvað verra, sko. Þannig að, þú veist, upplifir þú að tölvuleikinir hafi verið svona, þú veist, þá ertu farin að vera bara einangraður og vilt í raun og veru flýja bara í þá. Já, það var, eins og ég segi, fyrsta fíknin mín, sko. Þú veist, ég bara, þú veist, ég,
feikaði svo ofta að vera veikur eða eitthvað bara til að geta verið heima og spila töluleiki og eins og þú sagði með að fjarveruna og fíknina, það er talað að andstæða að fíkna sér tengsl. Akkurat. Og það er bara eins og ég upplifði það í dag algjörlega 100% rétt sko. En svo var það sem var sko einhvern veginn, ég gat bara verið einhvern veginn í friði þarna í þessum heimskilur og eins og pabbi kom nú inn á þegar hann var að hvernig hann var í æskunni minni. Þú veist, mér kveið oft fyrir að hann kæmi heim. Mér kveið, þú veist, mér leiði alltaf bara best einum heima einhvern veginn. Mér kveið fyrir að fara í skólan, mér kveið fyrir að foreldrar kæmi heim og ég var bara alltaf hræddur einhvern veginn. En ég veit að þau meinuðu vel og þau vildu alltaf bara allt besta fyrir mig, skilur, en þú veist, svo kemur inn á líka sko, þú veist, skólakerfið og hvað var gert í málunum þar einhvern veginn, þú veist, það var oft verið að kvarta yfir einelti og aldrei breyttist neitt og þú veist, og ég eins og pabbi minn, þá var ég með ADHD og var sendur í greiningu sem barn, sko, en var metinn bara einhvern veginn á mörkunum og aldrei gert neitt í því. Þannig að loksins í dag er ég í því ferli, sko, að fá þessa greiningu og einhverja meðhöndlun. Þannig að, þú veist, ég tel sko, neysluna sem að ég fór í seinna meir var meira og minna bara út af ADHD, sko. Ég fór bara, þú veist, þegar ég kynntist örvandi efnum og svoleiðis að þá var ég bara sjálfur að meðhöndla mitt ADHD með því. Þú veist, þegar vinir mínir voru að byrja í sömu neyslu, þú veist, amfetamín og okkur svoleiðis að þá fannst mér alltaf svo skrítið, sko, hvað þeir eruðu bara svona einhvern veginn bara bandbrjálaðir og þú veist, að fara að pikka fæt og alveg ógeðslega örir og eitthvað, meðan ég gat bara, þú veist, setið einbeittur saman tölvu í 12 klukkutíma á þess að standa upp, sko. Varstu þó þegar varstu komin í örvandi efni, varstu þó einmitt að mixa þau við að vera bara áfram einn í tölvunni undir áhrifum örvandi efni? Já, nema í staðinn fyrir tölvuleiki þá var það tónlist. Ég spóla aftur tilbaka eins og þá sko ég byrjaði að reykja sígarettur 11 ára og þú veist á svona einu sumri það fór ég frá því að vera þessi tölvuleikjanörd yfir í að vera eitthvað sem ætlaði að vera rockari með sítt hár í gallajakka mömmu minni og með sígarettu og að standa fyrir utan sjoppur að biðja fólk að kaupa sígarettu fyrir mig. Og þetta gerist bara á einu sumri og og svo þú veist árið seinna var ég farin að taka sopa af áfengi hér og þar en var ekkert fyrir í menntaskóla sem að ég, þú veist, svona datt fyrst einhvern veginn í það. Ég var stóð með draum að vera tónlistarmaður og ég fór í nám hjá Þorvaldi Bjarna 16 ára og lærði þá, þú veist, það var svona, þetta var akkurat á réttum tíma þar sem að ég var sko að byrja í neyslu en var ekki orðin, þú veist, ég var ekki alveg komin á kaf, þannig ég náði að klára þetta og ég náði einhvern veginn að, þú veist, að læra fullt og svo bara leiðið á búið að þá bara einhvern veginn krassaði allt saman, þú veist, ég fór á Vog fyrst 17 ára og var þá einmitt bara sendur af foreldrum og bara út af einhver ráðgjafi hjá S.O.A. ráðlagði það þegar sko ég tel að það hefði alls ekki verið rétta ákvörðunin og var að fólk oft við þessu sem hefur samband við mig að ég var alls ekki komin á þann stað þar sem að var að hjálpa mér við þessu. Ok, að hvað leiti þá? Ég var nýbyrjaður að fikta við cannabis, ég var langt frá því að vera komin á eitthvað, þú veist, botn og ég skil samt alveg óttan í foreldrum mínum að hafa sendt mig og þú veist, þetta var bara það sem að þú þekkti ekkert vandamáli skilur og vildi bara hjálpa einhvern veginn en við það að senda mér svona ungan og þú veist, þannig sé bara nýkomin í þetta einhvern veginn það var bara henduð mér í ljónagrifina sko, þú veist, ég fór bara inn á Vog og þú veist, kynntist krökkum, þú veist, sem voru jafnvel yngri en ég sem að voru komin í bara miklu harðari neyslu
og ég labbaði út á Vogi bara með, þú veist, nýja vini og hugmyndur hvað ég ætla að prófa næst og eitthvað, fannst þetta bara spennandi, sko. Það hljóma pínu eins og ég sko talað við nokkra svona harðsvíra glæpamenn sem hafa lýst því að þegar þeir fóru mjög ungir inn á Litla-Hraun, þá hafa þeir raun og veru komið miklu verri út af því á Litla-Hrauni kynntust þeir sko alvöru glæpamönnum og þannig upplifir þú að það hafi gerst hjá þér sko að þú kemur inn á Vog og að því þú kemur ekki að sjálfviljugur og ekki búin að finna einhvern botn að þá í raun og veru hafi það bara haft þveröfugu áhrif fyrir því að fara að inn. Algjörlega, þú veist, og það, það er ekkert að segja til hvað hefði gerst að ég hefði ekki farið, skilurðu. Þú veist, mögulega var þetta rétt múið og í staðinn fyrir að, þú veist, að því að eftir þetta fór ég bara miklu harðari neyslu og ég var sjálfur farin sjálfviljur inn á Vog 2 árum setna, sko. En ef ég kannski hefði ekki farið, þá hefði ég kannski haldist í svona einhverju, þú veist, cannabis neyslu af og til og endaði nú Vogi 20 árum setna, skilur, þú veist, það er ekkert, maður veit það ekkert, skilur, en allavega þetta fór svona og ég var þarna 2 árum setna, þú veist, ég fór bara að vinna á bar stutt eftir þetta og varð orðinn barþjónn eitthvað 18 ára og þú veist, og var alltaf bara farin að sækja eftirpartí og eftir vinnu, þannig að þetta eftirpartí en ekki æsalappa var bara eitthvað dópgreini það sem að allir voru sprauta sinum að ég og þetta var bara einhvern veginn staðurinn sem ég gæti farið eftir vinnu og notað og liðið eins og ég væri ekki skrítinn, skilur En hvernig hefur spólumæður sko, talar þetta með tölvuleikina, því með svona áhugaverð pæling með bara eins og ég sé það, þá finnst mér svona, við flest í samfélaginu erum að flýja okkur einhvern veginn, sko. Hvort sem að það er sigur eða mitt síminn eða alls konar hlutir. En svo ertu með svona einhvern veginn, svona gæsalappa einhvern veginn fínu fíknirnar og þú fungerar vel, en svo er það einhvern veginn einhver lína þar sem að þú ert komin í einhvern svona hóp sem er svona, ég var að kalla það svona jaðarsettur, sko. Hvar sko einhvern veginn, hvar líka, því það sem ég held að hafi bjargað mér til dæmis er að ég var einhvern veginn með nógu, pabbi mér var nógu strangur, ég var nógu hræddur við hann til þess að þú veist, það var aldrei neitt annað í boði en að ég bara sinnti skólanum og allt þetta og síðan er ég af annarri kynslóð þannig að aðgengið að símum og tölvuleikjum og þessu dóti var ekki jafn mikið og í þriðja lagi þegar að ég fer í menntaskóla og byrja að nota áfengi í fyrsta skipti, þá er ég alltaf í félagskap þar sem er engin önnur efni, sko. En ég sjálfur, ég tengi svo við það sem þú ert að segja því ég sjálfur greindi með ADHD og í fyrsta skipti sem ég prófaði sko bara eins og Ripfuel sem var á sínum tíma með efedrin í sem er kolólulegt í dag, það var hægt að kaupa á sínum tíma þá var bara eins og himnarnir að opnast fyrir mér sko, bara einhvern veginn ég fann bara wow, hvað er þetta sko þannig ef ég hefði komist í örfandi efni mjög ungur og kannski komið frá aðeins öðruvísi heimilishaldi þá hefði ég alveg geta enda bara á einhverjum allt öðrum stað sko þannig hvar, þú veist, það er bara þessi pæling hvar liggur línan í þú veist, að því þú sagðir á hann að það væri kannski ekkert sérstaklega gott þú veist, að vera þægur krakki ef þú ert bara afskiptur, þú ert bara einn þú ert bara í tölvunni, þú veist, fyrir kannski einhverja foreldrar sem er að hlusta, þú veist, hvar liggur línan í hvenær eru einhverja viðvörunarbjöllur farnar að kvikna og sko eins og er sagt, sko, þú veist, það er akkur neginn allt gott í hófi og eins og fyrir mitt leiti ég var hlédrægur, þú veist, ég sagði ekki mikið og það sem að kannski þið var að taka eftir var bara það að ég valdi þetta fram yfir allt einhvern veginn svona, þú veist ég veit ekki hvort ég sé besti maðurinn til að segja til hvar mörkin liggja en það sem að hefði kannski bara verið gott væri sko ef að ykkur hafði kannski bara svona ég veit ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu sko. Þetta er svolítið djúpt en það sem ég bara einhvern veginn svolítið að pæla er þessi við og hinir pæling sko. Að fyrir mér er einhvern veginn það er svo langt síðan ég horfði á heiminn þannig að það er ekki þannig að það sé góða fólki í Garðabæ og vonda fólki á Litla-Hrauni. Við erum öll á einhverju kurvu, við erum upp til hópa ofta að flýja okkur sjálf, en svo eru bara einhvern veginn sumir sem lenda röngum með við línuna og hjólið byrjar að snúast í öfuga átt og allt í einu bara komin, þú veist,
mann þegar ég var einhvern veginn í svetti með Ásmundi sem var þá ráðherra og hann einmitt kemur úr mjög skrýtnum fjölskylduaðstæðum, sko. Og hann sagði bara, þú veist, fanginn hérna sem var við hliðina á mér í svettinu, sko, ég hefði svo auðvitað geta verið þessi gæi, sko. Það er engin munur á okkur. Nema bara einhverjir svona pínu litli hlutir þar sem ég fór í rétta átt en hann fór í ranga átt, sko. Þannig að, þú veist, að því við kannski tölum það aðeins seinna í spjallinu okkar, þú veist, þetta með mitt biðlistana og hvernig samfélagið svona ákveðin hátt vill horfa á fíknisjúkdóma öðruvís en aðra sjúkdóma. Sko, svo tökum dæmi bara hérna, ég og systir mín fengum þannig séð nákvæmlega sama uppeldi, sko. Mamma og pabbi voru alveg lítið heima fyrir hann og fyrir mig og hérna við vorum alveg sjálfbjarga og svona, en og, þú veist, hún fór alveg út í svona smá lífverðni líka, en í dag hún bara, þú veist, klára endurskoðandan og þú veist bara verðist ekki hafa haft neikvæð áhrif á hana sem að, þú veist, eins og það gerði á mig. Þú veist, hún var vinsæl í skóla og þú veist, á meðan ég var bara einhvern veginn svona ekki vinsæl í skóla og hérna og þú veist, það var svona ég, eins og ef við tekum svona til dæmis það sem pabbi var að tala hérna, því ég horfði á þáttinn, hann talaði að hérna, Siggi Hljö hefði sagt við hann hérna, það er ekkert minna cool en maður sem er að reyna að vera cool eða sem er hræddur að vera ekki cool eða eitthvað svoleiðis. Það var sko hérna, þetta var alveg svolítið öfugt hjá mér hérna, ég var oft sko svo hræddur að fólk myndi ekki finnast í nógu skrítin. Ok, akkur. Hérna, ég var bara einhvern veginn, ég vildi alltaf bara vera einhvern veginn, ég vildi alltaf vera öðruvísi. Ok. Og þannig að, þú veist, ég kannski fór svona hálfpartinn sjálfviljur í einhvern veginn í aðra átt, sko. En, þú veist, ómeðvitað hvað var framöndan, sko, þú veist. Það var þetta að sjá þetta svo snemma hjá mér einhvern veginn, hvað var að fara að ske sem enginn tók eftir, þú veist. Ég myndmennti í grunnskóla bara, þú veist, þegar ég var, þú veist, kannski 9-10 ára, þú veist, ég var að teikna gæja sem voru haldandi á, þú veist, flösku sem stóð á XXX eða held á sígarettu eða eitthvað, eða voru með ör á andlitinu og þú veist, eitt af fyrstu lögunum sem ég samdi, þú veist, ég var bara 13-14 ára, þú veist, það var að fara í meðferð og þú veist, ég var ekki einu sinni byrjaður í neyslu, sko. Ég var ekki einu sinni búin að vera fullur fyrsta skipti. En þetta var einhvern veginn, þú veist, ég horfði upp til, hérna, í tónlistinni og horfði upp til, sko, einstaklinga sem að virtust vera í þessum lífstíl og þú veist, og þegar ég fór sjálfur í neyslu að þá taldi ég mig sko virkilega að vera að gera það sem ég þurfti að gera til að ná framförum í því sem ég var að gera sem tónlistarmaður. Ég skilji. Þú veist, þeir allir út úr ruglaðir, var það sem maður hugsaði, skiljur, þú veist. Og svo þegar verða í edru þá gera þær ekki góða tónlist lengur. Þú veist, svo komst ég að því setna að það var bara ekki rétt. Og hérna, þú veist, það var svona samblanda af því sem var að gerast í umhverfinu og svo bara, þú veist, einhvern veginn legum sem ég var að tróða inn í sjálfa mig og í afneitun með allt saman og svoleiðis og hérna, þú veist, hvert að ég að halda áfram með þetta. Hvernig, ef við förum aðeins aftur í mitt þarna þegar þú veist, ferð í fyrsta sinni og hérna, kemur svo út og þú veist, svo segist að það fara þarna sjálfviljur eftir 2 ára eitthvað leys. Ertu þá búin að keyra þig bara í kafa örvandi efnum með það? Já, bara fullt af efnum, sko. Þú veist, ég var svona mest á þeim tíma í kannabis og amfetamíni og þá var hérna í lokin, sko, var ég bara komin í dagneyslu MDMA og e-töflum og hérna einhverju fyllt, þú veist, var alltaf að drekka líka með þessu og svona, og þú veist, leið ekki, þú veist, ég svaf svona 2 í viku, þú veist, og ég borðaði jafn oft. Það er svoleiðis. Og já, þú veist, hvernig virkar það? Ekki vel, sko, hvernig fer maður bara fyrir svona, gæsar bara venjulegt fólk að skilja hvernig þú færði að því, sko? Já, ég skilði það ekki heldur, sko, þú veist, maður bara, maður vaknaði kannski, þú veist, miðjan dag á mánudegi og fekk sér amfetamín og reykti og Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.